Síðast vorum við að spá í innréttingarnar. Það er að segja þessar litlu verksmiðjur eða iðnfyrirtæki sem voru stofnuð á Skúla Magnússyni miðja 18. öld og fóru á hausinn. En þær breyttu samt ýmsu fyrir Reykjavík, enda Skúli Magnússon ekki kallaður faðir Reykjavíkur fyrir ekki neitt. En það sem að Danir vildu gera, þeir vildu efla þéttbýli á Íslandi. Þið munið að höfðingjastéttin íslenska, bændahöfðingjarnir, þeir vildu ekki hafa þéttbýli. Þeir vildu láta fólk búa til sveita og þannig ráða öllu. En Danir vildu breyta þessu og 1786 fengu 6 staðir kaupstaðarréttindi. Það er réttindi til þess að vera með verslun og að það væri þarna búseta allt árið og alltaf eins og hafði verið bannað fram að því. Og þetta voru Reykjavík, Ísafjörður, Grundarfjörður, Akureyri, Eskifjörður og Vestmannaeyjar. Allt bæir sem við þekkjum enn í dag, en Reykjavík ein átti eftir að halda þessum réttindum alveg frá þessum degi og þangað til núna. Og 18. ágúst er svona afmælisdagur Reykjavíkur og fyrstu helgina eftir 18. ágúst núna er menningarnótt alltaf haldin. Og það er ástæðan fyrir því, þetta er í rauninni afmæli Reykjavíkur. Og ef við rifjum upp hérna myndina aftur, þá er hér Dómkirkjan muniði, Stjórnarráðið, lækurinn þar sem nú er Lækjargata og Lækjartorg. Og hérna væri þá Hafnarstræti væntanlega. En við skulum aðeins kíkja áfram. Því að 1783 til 85 urðu náttúruhamfarir á Íslandi sem urðu mjög miklar og höfðu mikil áhrif. Íslendingum fækkaði verulega vegna þess að þeir dóu. Þetta er stærsta hraungos sem hefur orðið á sögulegum tíma úr Lakagígum sem eru hér suðvestur úr Vatnajökli. Sjáðu það nánar hérna á myndinni, hvað þetta er á Íslandi. Og þeir heita móðuharðindin, voru kallað móðuharðindin. Það var vegna þess að það kom svo mikið gjóska úr þessum gígum að það sortnaði bara himinninn og það talið jafnvel að fleiri milljónir manna út allan heim hafi dáið vegna þess að þar var uppskerubrestur vegna gossins. Og við getum ímyndað okkur að þetta er mörgum tugum sinnum stærra heldur en Eyjafjallajökulsgosið. Þetta var bara fyrir hvað? 1780, 1980, 1880, 1980, þetta er fyrir rúmlega 200 árum. Það er ekki lengra síðan. Þannig að þið getið ímyndað ykkur hvað myndi gerast ef svona gos yrði núna. Það myndi bara allt flug hugsanlega leggjast niður á Norður-Atlantshafi og jafnvel víðar. En við þetta fækkaði Íslendingum og þeir höfðu það verr sem eftir urðu. Eitt af því sem gerði þessum tíma líka 1787 var að einokunarverslun Dana á Íslandi var afnumin og eftir það máttu allir þegnar Danakonungs, sem sagt allir sem voru íbúar í Danaveldi, meðal annars Íslendingar, versla hérna. Þetta var reyndar ekki til þess að Íslendingar fara að versla neitt að gagni hérna. Það gerist seinna en samt sem áður þá fjölgaði verslunum í Reykjavík. Fólk sem vildi búa hérna í Reykjavík fékk ókeypis jarðir og yfirvöld, það er að segja Danir, vildu fá sem flestar valdastofnanir landsins til Reykjavíkur. Nú þið sjáu þetta hús er hérna ennþá. Þetta er úr gömlu innréttingunum og með þess að búið að byggja við það hérna. Þetta heitir Kraum núna og við Aðalstræti Reykjavík. Við getum skoðað það við einhvern tíma seinna. En það sem hafi gerst, því að við erum að skoða núna hvernig Reykjavík stækkaði og af hverju Reykjavík stækkaði. En báðir hinir fornu biskupsstólar, bæði á Hólum og Skálholti, voru lagðir niður í lok 18. aldar og þeir voru sameinaðir í eitt biskupsembætti sem var haft í Reykjavík. Og það sem hafði verið, það var ekki bara biskupar á biskupsstólunum, heldur muniði, þar voru einu skólarnir á landinu
Þessir skólar voru sameinaðir fyrst í Hólavallaskóla sem var í Reykjavík, sá skóli var fluttur af Bessastöðum og síðan aftur til Reykjavíkur og í húsið sem núna hýsir Menntaskólann í Skólastræti, eins og við getum kannski frekar kallað, en Menntaskólann í Reykjavík eða MR, vegna þess að það eru margir menntaskólar í Reykjavík en bara einn við Skólastræti. En þetta sem sagt hús stendur ennþá og hérna var alþingi haldið til að byrja með. Kaupstaðarréttindin eru áfram til umfjöllunar hérna og hérna kunnugleg mynd. Hérna kemur lækurinn úr tjörninni sem einhvers staðar hérna og rennur niður í sjó. Hér endinn á Dómkirkjunni. Alþingi var lagt niður á Þingvöllum. Það hafði alltaf verið á Þingvöllum en 1801 var það lagt niður. Það var ekki lengur löggjafar samkoma, heldur bara dómstóll sem nú hét orðið landsyfirréttur og hann var fluttur til Reykjavíkur og það enn ein ástæðan fyrir því að Reykjavík eldist og þar fjölgaði. Eins var landlæknisembættið sem var stofnað á Nesi við Seltjörn 1760. Það var flutt til Reykjavík árið 1834. Þannig eru fleiri og fleiri embætti, skólar og embætti í stjórnsýslunni flutt til Reykjavíkur. Og Reykjavík fer að vaxa. Árið 1703 voru íbúar í Reykjavík 21. 100 árum seinna höfðu þeir 200-faldast, það ekki, rúmlega það. Ef þeir hefðu 100-faldast, já 150-faldast, þeir voru 21 og eru 311. Innréttingarnar sem við töluðum í síðasta tíma og í byrjun á þessum, að þá voru kannski helstu ástæðurnar og flutningur á helstu stofnunum, biskupsstólunum og skólunum og landsyfirrétti mest að þakka. En nú fer að koma nýtt atriði inn í fjölgun Reykvíkinga og það efling sjávarútvegs. Vegna þess að með auknum sjávarútvegi fylgdu störf í landi svo enn fjölgaði. Þessi skip hérna, þessar skútur, þær voru lengi út á sjó eins og við töluðum síðast. Þeim var ekkert róið frá landi að morgni út á miðin og svo aftur heim á kvöldið og sömu kallarnir og voru að vinna á skipunum, lönduðu aflanum og gengu frá honum. Heldur komu þessar skútur á landi, aflinn var fluttur í land og unnin og það voru einhverjir sem bjuggu í þessum húsum hérna sem að verkuðu fiskinn, yfirleitt var hann saltaður og breiddur út til þerris í sólinni og svona stakkstæði eða saltfiskbreiður voru út allt og þessi gata hérna, þetta Vesturgatan í Reykjavík. Núna fer fyrst Reykvíkingum að fjölga verulega og í lok 19. aldar, upp úr 1880, fór þeim að fjölga ennþá hraðar. En 1900 voru þeir orðnir 7000, munið í byrjun aldarinnar voru þeir 300 og eitthvað. Þannig að hér fara þeim að fjölga alveg gríðarlega og enn kunnuglegt tjörnin miklu nær Dómkirkjunni heldur hún gerir núna og hérna MR. Þetta eru hús sem eru ennþá og hér meira að segja ef við horfum hérna. Ég finn músina mína, sjáu þið hérna, þetta mylla sem var notuð til að mala korn. Og hér stjórnarráðið, það stendur enn. En hérna eru áhrif iðnbyltingarinnar farin að segja til sín í Reykjavík. Hérna komið að því að skútuútgerðin kemur með skútuútgerðin veldur því að miklu meira fiski kemur til lands í land heldur en að sjómennirnir geta aflað og til verður verkamannastétt á Íslandi sem að sér að verka fiskinn. Kaupmenn sáum að selja fiskinn og selja sjómönnunum eitthvað, selja fólkinu sem vann. Það að koma sjálfsturtar búskapur sem hafði verið í sveitunum áður þegar allir bjuggu til allt sem þau þurftu sjálfir. Það að hætta og það að koma svona borgarsamfélagi eins og við þekkjum í dag þar sem að fólk fer
út í búð til að kaupa það sem það vantar, kannski einu sinni tvisvar í viku en ekki bara einu sinni á ári eins og hafði verið í gamla bændasamfélaginu. Og síðan 1904 þá komst heimastjórnin á Íslandi, við skoðum það seinna í bókinni, en með því má kannski segja að Kaupmannahöfn hætti að vera höfuðborg Íslands og Reykjavík verði það. Og við höldum síðan áfram bara í næsta kafla og þið lesið vel og vandlega seinni hlutann á 7. kafla.